Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Við ætlum að helga þennan þátt handverkshátíðin í Eyjafjarðarsveit og svo ætlum við að labba hér á Dalvík en hér fer fram fiskidagurinn mikli eins og allir vita. Mér er ekki til setuna boðið og ég ætla að fara að finna sveitastjóran, hana Katrínu Sigurjónsdóttur. Já, ég er búin að króa hana Katrínu Sigurjónsdóttur sveitastjóra í Dalvíkurbyggð af. Nú erum við hérna hjá sviðinu, það er allt að gerast sem sagt núna. Hvernig tilfinninga er þetta? Hún er alveg ótrúlega góð. Nú er þetta ekkert allt að gerast eins og þú segir. Svona kemur þetta síðustu vikuna fyrir. Þá fer fólki að tínast í bæinn og sviðið kemur upp og bærinn er allur að verða svo fínn og við erum svona undirbúið okkur að taka á móti gestum. Hvernig gerir maður það? Það er alveg svona sérstakur, maður fyrir svona sérstakann gír. Það er svolítið eins og að sé að koma jól. Þú ferð bara að hugsa hvað á ég nú að gera við alla gestina sem eru að koma í bæinn. Þú ert líka allir er að fá gesti sjálfir, persónulega. Já, heim til sín. Já, það er að koma fullt af fólki, en það eru allir garðar fullir líka. Og fólk eru að hugsa bara, hvernig kem ég þessu öllu fyrir? Hvað á ég að gefa fólkinu að borða? Hvernig á ég að ná að komast yfir allt það sem er í boði? Já, það er nú líka eitt. Dagskráin er alveg náttúrulega ótrúlega flott. Já, það er svo mikið að vera allstaðar. Það er þú getur verið á kannski 2-3 viðburðum í einu. Eins og bara í kvöld, þá er stór fótboltaleikur út á velli, Eyþóringi með tónleika í Bergi og það eru tónleikarnir á Gíslaeyrík og Helga, það er opið hérna á Norður, Gregor er með opið, það er allt opið og þeir okkar að vera allstaðar. Þetta er bara svoleiðis. Og hvað gerir sveitastjórinn þá? Labbar á milli allstaðir að hvað gerir? Já, nú ætla ég nefnilega að gera svolítið annað heldur en ég hef gert undanfarin ár. Við höfum alltaf verið að bjóða heim í súpu og það hefur verið ótrúlega gaman. En núna ætla ég bara að fara og njóta þess að fara í súpu hjá öðrum. Já. Ég ætla bara að fara að rölta og hitta fólk og spjalla við fólk og njóta þess að sjá hvernig aðrir gera þetta. Maður hefur svolítið verið lokaður alltaf inni bara á heimilinu á föstudagskvöldinu til dæmis. Já. Af því að, þá höfum við verið að gera súpu og bjóða, en núna þá ætla ég að njóta þess að sjá hvernig þetta er bara, hvernig lífið er hérna í bænum og ég hlakka alveg ótrúlega til. Dásamlegt, því að þið eru náttúrulega ótrúlega gestrisinn. Það er einhvern veginn það orðspor sem fer af Dalvíkingum. Er það pínu þessum fiskidegi að þakka? Hvort kom á undan, gestrisnin eða fiskidagurinn? Dalvíkingar hafa nú alltaf verið, og fólkið í Dalvíkurbyggð hefur alltaf verið mjög gestrisinn. Það hefur verið hérna bara mikið líf, en fiskidagurinn auðvitað hefur gefið kannski sveitarfélögunum blæ friðar, gleði og þakklætis. Af því að þú kemur í rauninni, getur þú komið á föstudegi og notið þess að vera allt sveitarfélagið og farið heim á sunnudegi án þess eiginlega að þurfa að borga nokkurs staðar krónu. Já, það hlýtur að vera góð tilfinning. Það er alveg ótrúlega, það er svo góð hugsun og það er svo gott að vera bara í þessum sporum að fá gesti og geta gert vel við þá og það er náttúrulega fyrirtækjunum að þakka sem standa bak fyrir fiskidaginn. Hvaða fyrirtæki eru það? Það er alveg hópur af fyrirtækjum hérna í heimabyggð sem hefur verið alveg með frá byrjun. Þar er Samherji náttúrulega alveg bara langstærstur og það er til dæmis Samherji sem býður okkur upp á laugardagskvöldinu tónleikana. Fyrir utan það að svona fiskurinn að megninu til sem er í boði, hann er frá þessum fiskvinnslum sem eru hérna á svæðinu. Við erum bara með svo mörg sterk fyrirtæki sem það er erfitt að fara að byrja að telja, en þetta eru bara Sæplast, Samherji, Marúlfur, já, ég get talið, ég get eiginlega ekki byrjað að koma til hvergi enda. Nei, og þetta er bara klukkutíma þáttur. Já, en þið eigið von á einhverjum 20.000, kannski 20-30.000 manns og þið eru... Já, við erum eiginlega bara alveg löngu hægt að spá í tölurnar, sko. Við bara hugsum hvernig getum við bara gert þetta á bara sómasamlegan og flottan hátt og þannig að allir fari glaðir heim. Já, og það er mikill undirbúningur. Það þarf að náttúrulega sjá til þess að fólk geti tjaldað og verið og svo eru þið núna farin í það að flokka allt ruslið. Hvernig kom það til? Er þetta ekki alveg ofboðslegt magn af rusli sem verður eftir svona hátíð? Það verður nú alveg heilmikið rusl, en sko þessi nýjung hjá fiskideginum mikla,
í samvinnu við nokkur fyrirtæki að fara núna út í meiri flokkun. Þetta finnst mér vera alveg frábær nýjung. Því að maður hefur alveg stundum verið með móral bara að borða og standa með drykkinn í höndum og svo hefur þetta kannski farið bara meira og minna allt í sama ruslafötun. En núna á að taka til dæmis álið frá og dósirnar fara náttúrulega sér og plast og pappi og það er sæplast sem er svona kannski lykillinn af því að við getum gert þetta svona sem leggja til ílátin og það. Já. Það er þessi blá og gulu sem eru komin út allt, meðal annars, eða hvað? Já, svona hluthafi og þetta verður vel kynnt í bæklingum fiskidagsnefndarinnar. Þannig að ég vona fólk núna leggist bara á árar með okkur að flokka. Því að það er framtíðin, það er þannig sem við viljum gera þetta og gera þetta vel. Já, glæsilegt. Er það rétt að þið skiptið nöfn á götunum þessa helgi? Já. Er það? Allt í einu býr maður bara við einhver hvalasund Nei, hvað segirðu? Núna er þemað heiti á hvölum. Já. Þannig að... Og er þetta mismunandi frá ári til árs? Já. Þú býrði aldrei við sem í göttunar. Þetta er mjög spennandi bara. Ég man ekki einu sinni hvað gatan mín heitir. Það heitir Sunnubraut alla jafna sko. Nú heitir hún hvað? Ég man bara ekki einu sinni hvað hún heitir í dag. En já, það kom á þetta ýmist fiskinöfn eins og núna þá eru þeir með hvalnöfn. Þetta er líka fræðandi. Já, ég ætla að segja það. Er þetta ekki svona fræðandi bara fyrir... Jú, fólk getur gengið um göttunar og bara kynnst hinum ýmsu hvalaheitum. Já, við ætlum nú að heyra í æskulýðs- og íþróttafulltrúanum á eftir og vita svona hvernig það snýr á honum í sambandi við sundlaugina. Hún er náttúrulega örugglega ofhlaðin ef eitthvað er, það ekki alla þessa helgi og tjaldstæðin eru út allt og þetta verður spennandi að sjá. En hvað með þáttöku fólksins? Er ekkert aldurstakmark á því hvaða má maður vera alveg 100 ára og hjálpa til ef maður getur það? Já, það eru allir að gera eitthvað. Það er líka svo gaman, það er svo margt að gerast í heimahúsum. Til dæmis bara í þessa vikuna þá hafa verið konur út allt að baka rúgbrauð og bara ég veit það til dæmis að ég á tengdamóður sem er yfir 80 og hún stendur í rúgbrauðsbakstri. Já. Svo hittast þessar konur ásamt árgangi 59 og smyrja rúgbrauðið á föstudagsmorgninu. Þetta er bara eitt af því sem er í boði. Það er náttúrulega svo margt í boði og það þarf bara að það eru hópar út allt að græja hvert og eitt. Er þetta kannski ekki síður viðburður sem bara eflir samkennd íbúana? Já, það gerir það. Og ég segi það er fiskideginum mikla að þakka að Dalvíkurbyggð lítur bara stórkostlega út sem sveitarfélag. Já. Þetta er fallegt, vel hirt sveitarfélag. Og það er alveg eftir því tekið og að þú getur kannski talið upp eignir sem einhverjar 2, 3, 4 sem þið langar til þess að láta dytta meira af. En í heildina þá er Dalvíkurbyggð bara mjög falleg og það er þetta átak allt í lag fyrir fiskidag. Já. Sem er búið að vera í gangi öll þessi ár. Og þá gefur húsasmiðjan afslátt af efni og málningu og fólk er bara með það er að koma gestir, við viljum hafa fínt. Og það leggjast einhvern veginn allir á eitt. Og talandi það, hvernig er veðurspáin? Er ekki alltaf gott veður á fiskidaginn mikla? Jú, það er svo ótrúlegt. Það er alltaf gott veður. Já. Ég man aldrei eftir öðru eldur en að hafi verið sól. Auðvitað hefur verið kannski hátt hitastig og það allt saman og maður man alveg eftir að hafi komið úrhelli kannski klukkan 5 á laugardegi en milli 11 og 5 þá hefur bara verið gott veður Og þú lofar því núna? Ég lofa því náttúrulega alveg án þess að hika. Ásamlegt. En ég hef nú reyndar séð veðurspána og það eru fleiri að lofa þessu. Veðurfræðingarnir eru alveg pínu að lofa okkur góðu veðri. Þannig að við vonum að. Katrín, þakka þér kærlega fyrir og gangi ykkur sem best. Takk fyrir. Takk. Já, það fer ekki fram hjá nokkrum manni sem hingað kemur til Dalvíkur að það stendur mikið til. Fiskidagurinn mikli er ekki hristur fram úr erminni á einum degi. Að baki liggur gífurlegur undirbúningur og skipulagning og fremstur í flokki þar er hann Júli Júl og ég ætla að fara að leita að hann. Júli, ertu byrjar að telja hvað eru komnir margir gestir? Nei, það eru mörg ár síðan að við hættum að reyna að telja eða að vita hvað eru margir. Við erum svo heppnir að Vegagerðin hefur nú sendt okkur tölur eftir
Ja, þeir sendu okkur, heldur bara sendu út fréttatilkynningu hvað þeir telja að þeir séu margir á ferðinu, búin að gera það í nokkur ár og komið svona ákveðin hefða það og við látum það bara duga en það er orðið vel mætt og lítur allt vel út. Á fólk sína föstu staði hérna meira? Já, þessir sem að, ég veit fólk sem að datt hér óvart inn á ferðalagi á fyrsta og öðrum fiskidegi, vissu ekkert af því að það stæði einu sinni til. Þau eru búin að koma í öll árin og þau koma vel fyrir verslunarhelgi, jafnvel 2 vikum fyrir og já, við erum þannig, við viljum okkar sitja sama stólinn í eldsborðið og allt það þannig að já, það er margir sín stæði. Þú skilur þetta fullkomlega? Algjörlega. Er þetta 18. sinn sem þú skipuleggur fiskur? Þetta er 18. skiptið. Já. Þetta er náttúrulega bara barnið þitt. Þetta er auðvitað, þetta er bara okkar í þessari framkvæmdanefnd og náttúrulega bæjarbúi allra. Þetta er náttúrulega gerist ekki án þeirra, þetta er bara barnið okkar allra og það eins og allir sem að halda upp öll, það er mörgu að hyggja. Hvernig segjum bara þessi vika, hvernig hefur hún verið? Er þetta stigmagnandi spenna? Já, þetta er stigmagnandi spenna og þessi svona eins og margir kalla þetta fiskidagsaðventuna og það er akkurat stigmagnandi spenna og nokkrir í vikunni sagt finnur orkuna og það er akkurat þetta sem er og bæjarbúar, sko þetta er svona alveg tvennt, það er vikan og þessi undirbúningur, þessir eru að undirbúa, það eru nánast allir með hlutverk, það er verið að skreyta heimi hjá sér og svo eru menn með hlutverk í tengingu við hátíðina sjálfa, svo eru menn alveg í 2-3 daga að undirbúa súpuna og allt heima hjá sér fyrir hver með sína náttúrulega uppskrift og fjölskyldur og vinir er að koma að og þannig að það er stór hópur í kringum hverja súpu og þetta finnst mér mjög skemmtilegt að vera heima og græja og gera sko. Er eiginlega bannað að fara úr bænum ef maður býr á Dalvík? Nei, það er ekki bannað en eflaust gerir það einhvern tímann en sem betur fer heyri ég ekki ennþá, allan segir þó mér frá því að það sé að fara að því að þetta stendur til, þannig að en ég held að það segir sér bara sjálft. Við værum ekki komin á 18. ár nema okkur líkaði þetta og samfélagið stendur algjörlega bak við þetta. Gestrisni þessara 1300-1400 dalvíkinga, hún er með ólíkindum. Hér er allt í boði. Já, hér er allt í boði. Það er allt sem er á vegum hátíðarinnar þannig lagað og náttúrulega heimamanna á súpukvöldinu. Og súpukvöldið er ekki bara á Dalvík, við erum tæplega 2000 manns í Dalvíkurbyggð. Það er súpa á Litla Ásgárssandi og Hauganesi og þannig að þetta eru allir íbúar Dalvíkurbyggðar sem standa að baki. Svona að fjöldanum aftur, hvað hafa verið að koma hérna á, segjum föstudagskvöldinu eins og í kvöld? Sko, einhvern tíma tókum við saman sem að sjálfsögðu, það eru mjög margir með gestabækur og við báðum að senda okkur svona, voru bara til gamans og það er talið að séu, þú veist, alveg á röltinu vel yfir 20.000 manns á röltinu á súpukvöldinu. Sumir skrifa gestabækurnar oft og aðrir ekki og svo framvegis. En þar að miða við allan fjölda og svo sjáum við svona drónamyndir og svona. En við vitum það ekki en þetta er mikill fjöldi og alltaf nóg matur fyrir alla, bara eins og í kvöld og föstudegi. Já, það er sko, svo snýst þetta kannski ekki að allir verði kannski endilega sattir þó að það er nóg til og bara í ár er met. Þetta hefur sveiflast til hvað eru margir með og það er bara, þetta eru bæði það eru sko 130 fjölskyldur sem standa að baki opinberu súpunum en síðan hefur aukist verulega síðustu ár að það eru bara nánast allir með súpu, þú veist, fyrir sína, þetta eru svona 50, 100 manna, 20 manna, skilurðu, ég beð bara mínu fólki og svo færa menn út á röltið og súpukvöldið er þetta sem að við gerum alltaf lítið að hittast, að hitta fólk. Það eru margir sem fá sér kannski bara eina súpu, en aðrir eru að reyna að smakka margar og svoleiðis. En málið er að það er þetta að hitta fólk. Þú mann bara rölta og að sjá fólk sem ekki séð mjög lengi. Koma mjög margir brottfluttir? Já, þetta er náttúrulega þannig og þeir eru komni fyrir að hjálpa til og já, það eru mjög margir þannig en svo tölur gefa til kynna náttúrulega miklu fleiri aðrir sem að
og hverju ári alltaf komið nýtt fólk sem er ekki komið áður. Og svo það laugardagurinn. Svo það náttúrulega laugardagurinn sem náttúrulega fiskidagurinn mikli og þetta hófst á því og alltaf sama milli 11 og 5 og það bara byrjar matur strax klukkan 11, yfir 25 réttir á seðlinum og skemmtun og allt frýtt bara. Og þetta hafnarsvæðið á laugardeginum staður sem þú geymir veskið heima. Þá svona ef eitthvað bannað þá það komið veski sko. Ég get sagt það inn á það svæði. Og svo gerum við hlé og þá það pínu hugsað að þú fer heim í fjölskyldunni eða vinunum á tjaldsvæðinu, bara grilla og eiga góða stund og gera sig klára fyrir tónleikana og flugeldasýningunni kvöldið. Og þeir byrja? Já, korter í 10 og í öllu þessu þá mælust við til að fólk komi mjög tímalega. Það er best fyrir alla. Við fáum nú að heyra frá Friðriki Ómari hvað á þig? Já, það er best að láta hann alveg að svara fyrir þetta. Og svo er gaman að segja frá því að við erum í mjög góðri samvinnu við vini okkar í Eyjafjarðarsveit og þú veist að fólk að dvelja hér í langa tíma og þetta finna stund til þess að rúlla á handverkshátíðina. Og við vitum að gestir sem að gista hér náttúrulega á öllu svæðinu rúlla á millið, þannig að þetta frábært að vera fyrir norðan á þessum tíma og nóg að vera. Algjörlega frábært. Bara eitt að lokum, hvernig vaknar þú á sunnudagsmorgninum? Það er frábær spurning. Ég vakna og þá maður enn í, af því það eru náttúrulega fullt af verkefnum á sunnudeginum, maður enn í þessum gír sko. Ég hef verið spurður það hvort maður sé alveg svona. Og það eiginlega bara hætt að gerast að maður verði alveg. Maður búinn að læra að skipulleggja sig hvernig maður gerir þetta og hvernig maður bara hegðar lífi sínu þegar það svona álag sko. Maður þarf að sofa og þarf ekki að gera allt sjálfur og þetta sko. En maður bara vaknar í góðum gír og fer og fylgist með frágangi og ruslatínslu og allt sé klárt það sem gerast á morgni og hitta lögreglu aðra á fundi og fara yfir mál og svo náttúrulega ganga frá öllu. Það líka mikla áherslu á umhverfismál, erum að gera meira og meira í því í flokkun og öðru. Þannig að það að fylgja því eftir að þetta sé líti allt út eins og ekkert hafi í skorist þegar strax og eftir helgi. Ég segi bara þakka þér kærlega fyrir. Þakka þér.